Nú skoðum við deildajöfnur af gerðinni m af x, y pluss n af x, y í mert jafnt á 0 og hér er y fall af x og föllin m og n eru skilgreind á einhverju svæði, region, í sléttunni og þau eru raungild. Ef til er deildanlegt fall af tveimur breytistærðum, zeta, sem er táknuð svona í þessum fræðum alltaf, þannig að hlutafleiða þess með tilliti til x er m-ið í deildajöfnunni og hlutafleiða þess með tilliti til y er n-ið. Nú þá er heildarafleiðan og þá tekið með tilliti til x er óháðabreytan d phi dx del phi del x dx pluss del phi del i di dx og nú notum við að del phi del x eða hlutafleiða með tilliti til x er m dx er 1 og hlutafleiða phi með tilliti til i er n og di dx er í mert, en þetta er samkvæmt deildajöfnunni þá 0. Svoleiðis að ef þetta fall sem kallast mætti til, þá er afleiða þess 0 og það er sjálft fasti. Phi af x, i er fasti. Og það uppfyllir deildajöfnuna og er til lausn á henni. Svoleiðis að kunstin er að finna svona jöfnu þegar við fáum deildajöfnu af þessari gerð, mn deildajöfnu, og ef við getum þá reynum við að leysa í úr jöfnunni. Þetta skrifum við sem sagt þá er phi fasti og svona skrifa þetta og y er fólgið fall af x í jöfnunni hana. Og svo er það skilgreining og gefur sér deildajöfna, hún á að vera m og a pluss n í mert jafnt á 0. M og n skilgreind einhverju svæði í sléttunni. Oft hugsa maður þetta kannski svona þá. Hér er x ásinn, hér er y ásinn og hér er einhvern mætti og því er lýst með formúlu zeta er jafnt og phi af x, y, þetta er zeta ásinn hérna. Svo tekur maður hér hæð á setu, hæðin c, zeta jafnt og c, í þremur vítum verður það að sléttu sem að liggur í hæðinni c yfir x í sléttunni og hún sker mættið og myndar hér feril og við sjáum skilgreiningarsvæði hérna. Hér getum við lesið x-inn og hérna lesum við y-inn. Þetta verður þá svona lokaði ferill, bara því að þetta er nú teiknað þannig. Og hér fáum við einhverja formúlu út úr þessu sem að lýsi ferlinum og við reynum að leysa y úr þeirri formúlu. Svæði allt saman sem afmarkast af x-unum og y-unum kallast R. Og þá segjum við fall phi af þessu hlutmengi í sléttunni, raungilt fall, er sagt vera mætti fyrir deildajöfnuna ef hlutafleiða phi með tilliti til x er m og ef hlutafleiða phi með tilliti til i er n. Og þetta er þá bara orðfæri og þetta verður að gilda alla punkta x, y sem eru á þessu svæði. Það er til einföld regla sem er sönnuð í fyrirlistanótum
Við þurfum ekkert á þeirri sönnu að halda, við ætlum að nota hana hins vegar að segjum einföld regla ákvarðar hvort mætti er til. Hún er svona að ef hlutaliða m með tiltil í, ekki x með tiltil í, er sama og hlutaliða n með tiltil x, ef þetta er sama fallið, þá er þetta mætti fyrir deildefnina. Og það uppfyllir þá þessa jöfnu að hlutaliða phi með tiltil x er m-ið og hlutaliða phi með tiltil í er n-ið í deildajöfnunni. Þetta kallar á tvær heildanir. Nú það sem að m-ið fæst með að taka hlutalið og phi með tiltil x, þá getum við freistað þess að fá phi tilbaka með heildun. Phi af x, y, segja þetta sé fyrir jafnan, er þá heildi m sem við lesum beint úr deildajöfnunni með tiltil x, en þá er y fast að því að hlutaliðurnar eru hugsaða þannig 2. Þetta er önnur jöfna, þá heildum við n með tiltil í og þá lítum við á x sem fast. Svo er nákvæmni skilyrðið, bara til þess að kalla þetta eitthvað. Nákvæmni skilyrðið svona: ef hlutaliða m með tilliti til í er sama og hlutaliða n með tilliti til x, ef þetta gildir, það er eina sem maður þarf að athuga, þá er deildajafnan m plus n í merkt jafn 0 sögð vera nákvæm. Svona. Svo diffkar skilningurinn á þessu bara þegar við æfum okkur. Ofta ágætt að fá svona skapalónað lausnum til að byrja með. Og við skulum taka hérna dæmi beint upp úr fyrirlestrarnótum. Athugið hvort deildajafnan 2xy í þriðja plus 2 plus 3x í öðru y í öðru plus 8e í veldinu 4 í mert jafn 0 sé nákvæm. Og ef hún er það, að finna þá mættið. Ef hún er nákvæm, finnið þá mættið. Fí. Við segjum bara lausn. Við byrjum bara á þessu að taka hlutafliðu, eða kannski við skrifum upp. Hér er m-ið, það er 2xy í þriðja plus 2 og n-ið er 3x í öðru y í öðru plus 8e 4 Tökum hlutaliðu af m-inu með tilliti til í og þá fáum við 6x y í öðru, 6x y í öðru og svo fáum við 0 hérðan og svo reiknum við hlutafliðu n með tilliti til x og hérna fáum við 6x y í öðru og y er fast að þetta eru hlutaliður og við fáum 6x y í öðru. Við sjáum þá af þessu sést að hlutaliða m með tilliti til í er sama hlutaliða n með tilliti til x sem þýðir að deildajafnan er nákvæm. Og þá er til mætti phi og við höfum tvær jöfnur til að finna það. Phi af x, y er að hilda m með tilliti til x og höldum y-inu föstu og setjum þá bara inn 2xy í þriðja plus 2 og við lítum bara y-inu eins og hverjara tölu og við heldum 2x og fáum x í öðru á móti 2 þannig við fáum, og það er tvistur þarna, þannig við fáum bara x í öðru y í
þriðja pluss 2x, en hér gat alveg hafa verið fall sem var háð í vegna þess að þegar við tókum hlutaleiður þá er litið svo á að allt sem er eingöngu háð í sé bara eins og hver önnur tala. En við þurfum samt að gera ráð fyrir þessu möguleika. Hér gat verið fall sem er eingöngu háð í 2. Önnur leið til þess að reikna mættið er að heilda ennið með tiltölu y og halda x-inu föstu og röðum inn. Það er 3x í öðru, y í öðru pluss 8e í veldinu 4 í 3x í öðru, y í öðru pluss 8e í veldinu 4 í di, og við heildum þá hér fáum við y í þriðja móti 3 og hérna er þristur á móti, þannig við fáum x í öðru, y í þriðja. Og þessi lið búinn, svo heildum við hér 8e í veldinu 4 í, og þá fáum við fjarkaði nefnara 8e í veldinu 4 y á móti 4, en hér ef að mættið inniheldur lið sem inniheldur eingöngu x og engin y, þá hverfur hann þegar tókum hlutaliði með til í. Svoleiðis að hér getur verið eitthvað annað fall sem er eingöngu háð x. En nú er bara að bera saman. Og hér höfum við x í öðru, y í öðru, það er í mættinu og það er hér. Hér höfum við 2x, það er hér, og hér höfum við fall sem er eingöngu háð í og það er hér. Þá erum við búin að finna mættið. Mættið er phi af x, y og það er x í öðru, y í þriðja pluss 2x og f af y, þetta er 8 á móti 4, það er tvistur, e í veldinu 4 y, og lausn er þá þessu formi hér, þá jöfnu, og við segjum að y er fólgið fall af x í jöfnunni x í öðru, y í þriðja pluss 2x pluss 2 e í veldinu 4 y jafnt og einhver fasti. Hér er engin skilyrði gefin það hvaða punktar er að liggja á lausnarferðlinum, svoleiðis að við getum ekki sagt eitthvað meira, þetta er þá almenn lausn. Og þegar við horfum á þessa jöfnu þá sjáum við það að við ætlum ekki einu sinni að reyna að leysa y úr henni. Þetta er komið. Og svo næsta sem við skoðum í sambandi við m og n deildajöfnur er þegar uppáskildir eru gefin og það er þá næsta demablaði.